Kæri vinir og hjartanlega velkomin í loftsalinn í dag. Við skulum hefja þessa stund á því að rísa úr sætum og syngja sálminn númer 2 í Sálmabókinni. Og svo vil ég biðja ykkur að standa með að við höfum ritningavers og bæn þar á eftir. Sálmurinn númer 2, Drottinn vor konungur. Ritningaversið sem Stefán hefur valið í dag úr ljóðalóðunum og það 8. kafli og það 7. og 7. vers. Legg mig sem innsiglis-hring við hjarta þér, sem innsiglis-hring við armlegg þinn. Því að elskan sterk eins og dauðinn, ástríðan hörð eins og hel. Blossar hennar eru eldblossar, logi hennar brennandi. Mikið vatn getur ekki slökkt elskuna og árstraumar ekki drekkt henni. Þótt einhver vildi gefa öll auða við hús síns fyrir elskuna, það myndu menn ekki gjöra annað en fyrirlíta hann. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í húsi þínu til þess að tilbiðja þig, til þess að lofa þig og til þess að þakka þér fyrir allar þær blessanir sem þú veitir okkur gegnum vikuna og ætíð og þú ert ætíð með okkur og vilt leiða okkur í öllu okkar lífi. Við viljum biðja þig að vera með öllum þeim efnum sem skráður í bænabókinu okkar, þú þekkir aðstæður þar, Guð,
og viltu vera með þeim sem eru sjúkir og eigum sárt að binda í þjóðfélaginu. Viltu opna augu okkar og hjálpa okkur að sjá hvar þörfin er til þess að við getum verið verkfæri í þínum höndum og hjálpa þeim sem þurfa á því að halda. Við leggjum þessa stund í þínar hendur, Guð. Biðjum að vera með kirkju þinni og viltu senda engla þína og heilagan anda til að vera meðal okkar hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. Gjörið svo vel að fá ykkur sæti. Við skulum því næst syngja sálminn númer 269. 269, heilaga hvíldarstund. Númer 269. Við skulum syngja annan sálm, númer 283. Þetta er svo stór og fallegur kór hérna, eins og allir vita það syngja kóra miklu betur þegar þeir standa, þannig að við skulum rísa á sætum og syngja þennan sálm. 283, allt eins og blómstrið eina. Allt
svo vel að fá okkur sæti. Við skulum þínast taka upp gjafir sem renna í safnaðarsjóð. Við skulum lúta af því. Kæri himneski Faðir, viltu blessa þessar gjafir og margfalda þær og hjálpa okkur að nýta þær á sem bestan hátt í þjónustu þína. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Og áður en Stefán tekur til máls, þá skulum við syngja sálminn númer 351. 351, Herra minn Guð til þín. Herra
áður en ég byrja, þá ætla ég ekki að gleyma börnunum og segja eina barnasögu. Venjulega þá erum við svo ólukkuleg eða lukkuleg eins og lítur á það að fremsti bekkurinn er alveg tómur og þess vegna býður krökkunum að koma þangað. Hún bendir þá bara hingað. Þannig að ef það er einhver börn sem vilja koma fram, þá getur bara komið hingað á setið og meðan ég segi sögu sem er dagsönn af því að ég get sagt okkur hvernig ég veit að það. Það var, ekki fleiri? Já, 2 hann uppi, gett gaman. Jú, þannig að koma. Það segi ykkur sögu af manni sem að hét Jakob og konu sem að hét Lára. Það vildi svolítið til að Lára var ung stúlka sem að bjó í Úkraínu og það var ungu piltur sem að hét Jakob sem að var svolítið skotinn í henni og hann var svona að reyna að telja sér hugrekki að fara kannski og tala við hana en hann var svolítið feiminn og hann eiginlega bara þorði ekkert að tala við hana. Og vitið þið hvað? Áður en hann vissi, rosalega snögglega, þá var hann að frændans búið að tala við þessa Láru og þau voru bara að fara að gifta sig. Og síðan þurfti hann að sjá frænda sinn gifta sig þessari stelpu sem hann var svo rosalega hrifinn af. Og þau giftu sig, áttu 3 börn og síðan kom stríð í landinu sem hann var og hann þurfti að fara í burtu frá heimili sínu. Síðan á sama tíma kom plága í heimaþorpinu hans og hann heyrði, hvað heyrði hann? Hann heyrði að þessi frændi sinn væri látinn og líka eitt af börnunum hans og hann sagði, heyrðu, kannski ég fari bara heim núna og þá get ég hann að tala við Láru og ég get að sé hvað gerist. Vitið það? Það tók hann nokkra daga að ferðast heim og áður en hann var komin heim, bam, þá var hún búin að gifta sig. Vitið hverjum? Öðrum frændans. Og hann sagði með sér, nei, hvað er þetta? Svo hann var bara ekkert sérstaklega ánægður með þetta en hann var svolítið svona lítill og feiminn og gleymdi aldrei Láru. Síðan leið tíminn og Lára ákvað að flytja til Kanada og það var að leita sér að betri lífi þar. Hún flytti til Kanada með manninu sínum og þeirra fjölskyldu, þau höfðu saman 2 fjölskyldur og mörg börn og síðan liðu ár og fleiri ár og áratugir. Jakob heyrði fréttir að Lára væri aftur orðin einstæð og því að maðurinn hennar hefði dáið þá sagði hann með sér, heyrðu, ég veit að ég er orðin svolítið gamall en ég ætla bara að skella mig til Kanada og ég ætla að fara að hitta hana og sjá hvað hann segir. Af því hann hafði aldrei gleymt henni, sko. Þá fór hann til Kanada, 70 ára gamall, takk fyrir, hitti Láru aftur og við liti menn að þau hafi ekki tekið upp og gift sig. Hún er alltaf búin að missa 2 eiginmenn og gifti sig upp á nýtt. Hann gerði það. Þau lifðu hamingjusamlega í nokkur ár þangað til að hann lést og hún líka. Ástæðan fyrir að ég veit þessa sögu er að Lára, Lekkemann, íslenska nafnið, er langa amma Navænu konuna minnar. Og amma hennar Navænu, hún sagði mér þessa sögu nokkur sinnum af ömmu sinni. Þegar ég heyrði þessa sögu þá fannst mér hún rosalega merkileg og fyndin, en samt rosalega sjaldgæft að heyra einhver mann sem var svo ástfanginn hann veiðal í áratugi eftir konunni sinni. Það lét mig hugsa einhvern annan sem er rosalega, hefur mikinn kærleika til okkar. Það er Jesús og sama hversu langur tími gerir og sama hvað við gerum þá þykir honum aldrei minni eða meira vænt okkur. Hann elskar okkur alla tíð. Og í ræðunni í dag þá ætlum við líka að tala kærleikan þegar við endum að tala ljóðalegan. Takk kærlega fyrir að hlusta. Þið megið fara eftir að setja ykkar. Gleðilegan hvíldardag og velkomin öll sömul. Ég ætla að gá hvort ég get ekki fengið niður en að þetta blessaða tjald því að núna er komin að síðasta hluta ljóðaleganna sem við erum búin að fara í gegnum. Ég sagði að ég myndi bara klára það í dag. Ok. Sjáum hvort að þetta virki gælt. Jú, vá. Þetta er eitthvað
teygt og tóð, en við skulum sjá hvort þetta gangi ekki engu síður. Við byrjuðum fyrir 2 hvíldardögum síðan að tala um ljóðaljóðin og ég sagði að ég myndi bara predika 3 ræður. Ég las mann sem var svo hugfanginn á ljóðaljóðunum að hann á miðöldunum að hann predikaði þar einhver rúmar 80 ræður og komst aldrei framar úr öðrum kaflanum. En ég sagði þetta ekki áhyggjur, ég mun klára þetta bara í 3 stykkjum. Já, allt í lagi, það einhver stillingarvandræði. En við byrjuðum á því í fyrsta kaflanum fyrstu ræðin að tala þetta er ekki kannski venjulega ræður hérna, þetta er aðeins svona öðruvísi en ég vanur að gera. En í fyrsta skipti þá byrjuðum við að tala um ljóðaljóðin, hver hefði samið þau og hvernig menn hefði túlkað í gegnum tíðina og menn hefði oft fókusera svo mikið að sjá eitthvað andlegt að þeir hefði bara gleymt að leyfa svo að lesast sem ástarljóð, sem það er fyrst og fremst á milli karls og konu sem eru mjög ástfangin. Og ég sagði við skulum bara lesa það og ef það skín svona í gegn svona einhver andlegu sannleikur kærleika Guðs þá sjáum við það líka, en skulum fyrst og fremst bara leyfa ljóðin að tala eins og það er. Og við sáum að þegar við fórum að lita á ljóðið að söguþráður bókarinnar, þetta er ljóð, ástarljóð, þetta er ekki saga, þannig að þú getur ekki alveg sagt þetta sem er að gerast eins og ljóðlistin bara að það er oft erfitt að alveg fatta hvað að tala um. En við sjáum Salómon konungur sem að skrifa bókina og var mikið ljóðskald, verður ástfanginn af stúlku sem við getum sagt að sé dóttir Faraó kannski, sem dvelur í borg rétt utan Ísrael og stúlkan verður ástfangin af henni líka. Fyrstu 2 kaflanir þá eru þau að tala fram og tilbaka og hann hittir hana og þau verða mjög ástfangin. Síðan síðustu ræðið sem við töluðum þá sáum við í 3. kafla að vera að tala um brúðkaup. Brúðarvagn Salómons kemur og í 4. kaflanum þá talar hann hana sem brúður sína, þetta minnist á það 7 sinnum bara í þessum kafla og það er greinlegt að þau eru að ganga í hjónaband. Síðan sáum við að hápunktur bókarinnar þegar hún byggist upp hér í 4. kafla 16. versi og 5. kafla 1. vers 5. kafla ef við svona lítur á struktúrinn á bókinni og við töluðum um það líka þar sem að það er bara lýst brúðkaupsnóttinni og Guð leggur algjörlega sína blessun á það. Núna í síðasta skipti þá verðum við aðeins á hraðferð fattaði því ætlum að líta á síðustu 4. kaflana. Það sem að við sjáum enn bara ást þeirra eftir að við getum sagt að hjónabandið er byrjað hjá þeim. Og ég mun aðeins ég fattaði það að við þurfum að lesa aðeins hraðar yfir ef við ætlum að lesa 4 kafla. Þannig að við munum allavega að lesa það saman. Við skulum fletta upp á ljóðaljóðunum og ég veit endilega að þið fáið biblíur, það eru biblíur hana aftast ef þið þurfið svona til þess að fylgjast með og opnið með mér á 5. kafla. 5. kafla og 2. vers. Og kannski á meðan við erum að leita að þessu þá vil ég aðeins segja eitt. Ég baulaði pínulítið á að það væri hægt að lesa þetta sem táknsögu of mikið. Það þegar menn eru að rífast ég tók þetta sem dæmi að brjóstin, hann lýsir þeim eins og dátískálum og þá er það að segja þetta er Nýja og Gamla testamentið eða Nýji og Gamli sáttmálinn eða vínið og brauð þegar það kemur að altari sköngu. Þannig að fólk fer alveg í einhver svona rosa smáatriði og það er það sem að ég vildi ekki mæla með og aðeins skilgreina af hverju ég vildi ekki gera það. Þegar þú ert með svona allegóriska túlkun eða tákn, þegar þú lest þetta sem táknsögu og lest sérkvæm smáatriði sem táknmynd, einhvers annars dýpra sem stendur á baki og þá þarftu að henda sögunum við til þess að komast að kjarnanum, hinum hulda sannleika. En Jesús sjálfur talaði í dæmisögum og það var ekki alltaf sérkvæmt atriði í sögunni sem hafði gildu, heldur var hann að kenna sannleikan og sama er það með ljóðaljóðin. Þýðir ekki að sé ekkert annað sem fjallar kærleika Guðs og mannanna. Fólk túlka þetta svona í hundruðir ára þannig að ég ætla ekki að kasta því alveg út bara með öllu. Og það er ekki ástæðulaus eða lásuða svona, en allavega ég vildi bara segja söguna og láta boðskap hennar í ljós fyrst og fremst, eins og ég sagði áður. Við skulum lúta höfuð í bæn áður en við lesum síðan í 5. kafla 2. vers. Kæri Faðir á himnum,
Við þökkum þér fyrir orð þitt og við höfum það hér í dag og við getum lesið það og lært saman. Ég bið þig þinn heilagan anda til þess að hjálpa okkur að lesa og skilja orð þitt og að ljóðaljóðin megi verða, bara opin og dýrmæt okkur í hjartanu. Og við megum geta, lært af þeim. Í Jesú nafni, amen. Fimmti kafli, 2. vers til og með 8. vers. Það nýbúið að vera þarna sem við lásum brúðkaupsnóttin þar sem að hún talar, hún býður hann að koma inn og hann segir, ég kem í 5. kafla 1. vers og síðan segir hann að kórinn sem við sögðum að gæti líka verið rödd Guðs sjálfs, hann segir, etið vinir og drekkið, gerið ölvaðir af ást, sem að hann segir bara, verið ykkur að góðu. Og við síðan klippum við yfir í næsta sem að gerast. Og ég ætla aðeins að, við vorum búin að fara í gegnum svona fyrstu hlutina, alveg helmingina bókinni og síðan verðum við aðeins að hraðferð að fara yfir síðar hlutan. Ég sef en hjarta mitt vakir, elskuhugi minn knýr dyra. Ljúgt upp fyrir mig, systir mín, ástu mín, dúfa mín, lítalausa. Höfuð mitt er vott af dögg, hárlokkanir af dropum næturinnar. Ég komin úr kyrtlunum, ætti ég að fara í hann aftur. Ég þvegi fætuna, ætti ég að óhrenga þá. Elskuhugi minn réttir höndina inn og hjarta mitt ólgar af þrá. Ég stend upp til að opna fyrir elskuhuga mínum, myrra drýpur af höndum mínum, rennandi myrra fingri mínum á handfang lokunar. Ég lýk upp fyrir elskuhuga mínum, en elskuhugi minn er farinn, horfinn. Ég verð frávita hann hverfur. Ég leita hans en finn hann ekki, kalla á hann en hann svarar ekki. Ég hitti verðina sem ganga borgina og þeir slá og særa mig og möttlinn svifta þeir af mér, verði múrarina. Ég særi ykkur Jerúsalem dætur, ef þið finnið elskuhuga minn, segið nú þó að ég sé sjúk af ást. Við sáum þegar við lásum hliðstæðan kafla hérna í 3. kafla, fyrirgefi, aðeins, fá mér hana hratt, 3. kafla, þá var líka svona draumsýn þegar hún liggur upp í rúmi og bíður einhvers og við sögðum hvort það væri annarkvort draumur eða hvort þetta er raunverulega að gerast. Hvort við ættum að kalla þetta nætursýn, að hún sé svona að dreyma þetta eða hvort þetta sé í raunveruleikanum. En allavega, hann kemur til hennar maðurinn hennar, ástvíðin, og bankar og hún nennir ekki að fara, hún er búin upp fram úr, hún er búin að fara í náttkjólinn og þrífa fætunar, svo hún segir, á ég að gera þetta og fara fram úr. En síðan loksins lætur hún eftir fer og leitar hans og þá er hann farinn. Svo hún segir, fer út og biður hjálp. Þeir segja að fara bara heim og taka yfir hennar, svona verið kalt og síðan heldur hún bara heim. Í fyrra draumi sem við lásum, þá var það sama. Hún vaknaði og hún var hrædd hvar hann væri, hún var hrædd að missa af honum, svo hún fer, leitar út allt og finnur hann. Hér, þá er hann til staðar og hann fer. Þá leitar hún að honum og hún finnur hann ekki, öfugt við í 3. kaflanum. Það sem var týnt og fundið. Hér höfum við svona, það var fundið en hún týndi því aftur. Hún kannski veit ekki hvað hún hefur fyrir en hún glatar því. En hún þráir að vera með mannunum sínum ennþá. Við skulum lesa áfram í 9. til og með 3. vers 7. kafla. 9. vers 5. kafla. Hvað kórinn segir núna, það getið séð alltaf svona hverjir að tala í ljóðinu að fólk telur. Hvað hefur elskuhugi þinn fram yfir aðra, þú fegurst kvenna? Hvað hefur elskuhugi þinn fram yfir aðra að þú særir oss svo? Hún svarar, elskuhugi minn er bjartur og rjóður og ber af 10.000. Höfuð hans er skíragull, lokkar hans svartir döðluklasar. Augu hann eins og dúfur við læki, baðaðar í mjólk við bakkafullar tjarnir. Kinnar hann sem ilmreitir og kryddjurtabeð varinnar liljur sem myrra drýpur af. Hendur hans gullkefli, lögð dýrum steinum, kviður hann sem fílabein, allsett safírsteinum. Fótleggir hans eru sem marmarasúlur úr stalli úr skíragulli, ásýndum er hann sem Líbanons fjall, tígulegur sem seturstré. Munnur hans ljúffengur og allur er hann yndislegur. Þetta er vinur minn, Jerúsalem dætur, og þetta er ástvinur minn. Kórinn spyr, hvert er elskuhugi þinn farinn, þú fegurst kvenna? Hvert er elskuhugi þinn horfinn? Við skulum leita hans með þér. Hún svarar, elskuhugi minn er farinn niður í garð sinn að ilmjurtareitunum til leiks í görðunum að tína liljur. Ég er hans, elskuhuga míns, og hann er minn, hann sem leikur meðal lilja.
Man ég ekki hvort ég hafði, sett þetta hér. Við sáum svo oft að það eru svona lýsingar sem að ná alveg bara frá toppi til táar. Þegar það var í 4. kafla, hann var að lýsa henni, þá lýsti hann henni alveg bara frá toppinu og niður, hversu dásamleg hún var og líkti sérhverjum hluti hennar við einhverju fallegu. Og við töluðum það alveg í fyrstu og annarri ræðinu að myndlíkingarnar eru oft frekar furðulegar í ljóðaljóðunum vegna þess að við hugsaum þetta alltaf sem myndlíking, kannski segja hún lítur út eins og eitthvað, hún lítur út eins og döðlur eða lítur út eins og kind eða hestur, þegar hann kannski bara að reyna annarkvort að draga upp einhverja mynd, draga fram einhverja eiginleika eða kalla fram einhvern sem var við hæfi á þeim tíma eins og við sögðum. Og hér notar hún sömu myndi til að lýsa honum alveg frá toppi og niður. Megin að spyrja hann, hvað er eiginlega máli með hennar unnusta henn? Af því hún segist vera sjúk af ást. Þá lýsir honum og segir honum bara, hann er bara frábær og ég er rosalega ástfangin af honum. Og hún segir í 16. versi, mjög fallegt vers, þetta er vinur minn, Jerúsalem dætur, þetta er ástvinur minn. Ég held að segja unnusti í gömlu þýðingunni, af því að hann er svo sem hún elskar og þess vegna notaði ég unnusti, ekki kannski eins og við notum það oft í dag þegar við ert trúlofið, en þetta er svo sem hún elskar. En hún segir ekki bara þetta er svo sem ég elskar heldur, þetta er vinur minn, Jerúsalem dætur, þetta er ástvinur minn. Mér þykir merkilegt með að við tímasetninguna á þessu ljóði að hún tali sinn heitt elskaða sem vin. Það er ekki bara þú og þú þið giftist með sama hvort ykkur líka við eitthvað annað, ég gerði samning við foreldrans og þið fóruð í burtu. Eins og við höfum oft heyrt að hafi verið, og líður kannski á mörgum stöðum í dag. En það hefur sýnt sig og sannað, held ég að sambönd ganga auðveldlega upp ef að hjón eru fyrst og fremst góðir vinir, það allan að make sense. Ég er náttúrulega sjálfur bara kannski heppinn að hafa gist bestu vinkonu minni, svo það má vera það litið að bara skoðun mína. En þess vegna er fyndið að það getur verið pínu hlægilegt. Ég veit að hann lýsir henni rosalega vel og við erum mikið fyrir svona útlitsdýrkun í dag. En það er eins frábært og það er að líta vel út og vera í góðu líkamlegu form og líta vel út. Þá hefur það árið, allavega núna í dag, sýnt sig að sambönd sem byggjast 100% á einhverju útlitsdýrkun og fólk pælir ekkert í hvort það eigi sameiginlegt eða hvort það eigi bara vináttu sem er grundvöllur sambandsins, að það sé bara ekkert sérstaklega góð uppskrift af svona langtíma sambandi. En í 7. versi þá spyrja þær hana, hvert fór unnustuðinn? Hún segir, hann gekk í garðinn sinn og við sáum í lok 4. kafla að þau notuðu þetta myndmál þar brúðkaupsnóttina þar sem hún segir komdu í garðinn og njóttu ávaxtanna, hann segir ég kom og naut þess. En hér segir hún líka ég er hans elskuga míns og hann er minn, hann sem leikur sér meðal liljana. Að það er svona gagnkvæm ást í sambandinu, það er ekki bara ég er hans og þess vegna elska ég hann, heldur hann er minn og ég er hans. Enda töluðum það fyrir það sem eru kannski bara mætt núna í fyrsta skipti að þegar við litum á líf Salómons, hins mikla fjölkvænismanns, og þá var hann einkvæntur í alveg allavega held ég 20 ár þegar hann byrja feril sinn. Hann giftist dóttur Faró, segir í konungabókum, ég klippti út þessar glærur úr hinum ræðunum, og þar byggir hann henni höll og hann byrkir helgidóm og það er ekki fyrir hann gamall, hann tekur fleiri konur og svona fer út í hjáguðadýrkun líka. En sem ungu maður þá var hann, og það er nefnt alveg oft dóttir Faró var konan hans og bara eina sem er nefnt sérstaklega, hinar eru bara talað sem einhvern hóp. Svo langt líklegast að hann sé hér kvæntur maður að tala ástina þegar hann var enn ungur. En við skulum halda áfram og lesa í 7. kafla 4. til og með 13. vers. Nei, það er bara 12 hérna, fyrirgefiði. 7. til og með 12. vers. Og ég játa það að hér missi ég aðeins þráðinn hvað er að gerast, en við skulum lesa saman. Hann segir við hana, fögur ertu ásti mín eins og Tirsa, indæl eins og Jerúsalem, ógnandi eins og herfylking. Horfðu ekki á mig, augu þín skelfa mig.
Hár þitt eins og geitahjörð sem rennur niður Gíleadfjall, tennur þínar sem æri í hóp nýbaðaðar, allar tvílemdar og engin lambalaus. Gagnaugun eins og sneitt granataepli undir andlitsblæjunni. Það eru 60 drottningar, 80 hjákánur og ungmeyjur óteljandi, en það er bara ein dúfan mín fullkomna, einkabarn móðir sinnar, yndi hennar sem ól hana. Ungmeyjarnar sjá hana og róma hana, drottningarnar og hjákánur syngja henni í lof. Hver gægist hér fram sem morgunroðinn, fögur sem mánin, leiftrandi sem sólin, óguleg sem herskarar stjarnanna. Ég fór niður í hnetulundin að sjá dalinn grænka, sjá hvort vínviðurinn blómstraði og granataviðurinn bæri blóm. Ég var frá með numin og varð altekinn af ást. Snúðu þér, Súlamít, snúðu þér, svo við getum hort á þig. Hljómar aðeins öðruvísi, ég með nýrri þýðinguna, þeir eru örugglega flest með eldri. En hér sjáum við aftur lýsingu á brúðinni. Hann segir ekki horfa á mig, bara eitt auga þitt nær til þess að skelfa mig, segir hér henni. Önnum stað þeirra getur bara gripið mig með einu augleitu auga eins og þá bara er ég alveg heltekinn. Og síðan lýsir henni hár og hvernig tennunar, enginn sem að vantar eins og 2 tvílemdar ær sem eru nýkomnar úr baði, gagnaugun eins og granataepli, kannski beint það sem við myndum kalla í dag. En síðan segir hann hér 60 drottningar, 80 hjákánur og ungmeyjunar óteljandi. Fólk kannski sagt, já, hann er einmitt með 60 drottningar og 80 hjákánur, hann er bara ekki komið með 300 og 700, hann er bara rétt að byrja núna og ótalana meyjar. En ég held hann sé ekki að tala aðrar eiginkonur eins og hann eigi, af því að hann segir ekki ég á 60 eiginkonur eða það segir ekki hann á 60 drottningar, heldur segir bara þeir notið þetta oft í orðskveðnum, það eru 3 hluti sem Guð hatar og 4 sem hann hefur viðurstyggð á. Hérna er það bara svona margfalda, 60 og 80. Þannig að þetta er kannski einhver talan sem er notuð hérna. En jafnvel drottningar og bara aðra konu segja, já, hún er alveg frábær. Og síðan lýsir henni á einhvern svona á frekar hér og hvað hann er að gera, sem ég veit ekki alveg hérna í 10. til 13. vers. En síðan höldum við áfram, er ég kannski að stökkva yfir hérna. 7. kafla, 1. til 9. vers. Snúðu þér, Súlamít, snúðu þér, svo við getum hort á þig. Hví viljið þið sjá Súlamít snúa sér í herbúðadansinum, segir hann. Hve léttstígart í ilskónum, höfðingjadóttir, áföl lærin eru sem skartgripir, handverk listasmiðs, skaut þitt kringlótt skál, ekki skal það skorta vínblönduna, kviðurinn sem hveitibingur og liljur allt kring, brjóstin eins og 2 hindarkálfar og dádís tvíburar, hálstinn sem fílabeinsturn, augun eins og tjarnir hjá Hesbon við hlið Bar-Trabbím, nefið eins og Líbanons turn og snýra Damaskus, höfuð þitt sem Karmelfjall og hárið purpuri, konung má fanga í lokkunum. Fögur ertu, yndislega ertu, vina mín, dóttir lissamdana. Vöxtu þinn eins og pálmatré, bjóstu þeim sem klasanir. Og ég segi, þetta pálmatré klífi ég og grípi greinanar. Megi brjóst þinn líkjast vínbyrjaklösum, andardráttur þinn epla ilmi, gómur þinn sætu víni, nýju víni, rennandum sofandi varir. Ok, eins og ég sagði, þá er seinni hluti bókarinnar meira svona, hvað ég að segja, það eru lýsingar í fyrri hluta bókarinnar þegar það eru svona kærustupar, en það verður miklu meira erotískt þegar þú ferð í 5., 7., 7., 8. kafla. Það er greinilegt. En hér er önnur lýsing á henni þegar sem hann lýsir henni ekki frá toppi til táar, heldur svona frá tánni og upp. Og hér er þetta athyglisvert, þetta er þegar þú sér hvernig bókin er byggð upp og allan að nota þessa mynd, þá er þetta í 4. skipti sem hann lýsir brúði svona frá toppi til táar og á jákvæðan hátt. Og ég hugsaði með mér, kannski ætti ég að taka smá hint hérna, að það væri okkur gott sem kallar mér að hrósa konunum okkar oft og innilega, því hann gerir það jafnvel eftir að þau eru gift, þá alveg bara lýsa hann eins og brúðkaupsdeginum, jafnvel bara enn meira svona explicit. Eins og ég segi, þá er þessi hluti bókarinnar meira svona, já, erotískur, kynferðislegu með við fyrri hluta bókarinnar, öfugt við það sem var fyrr.
Við sáum í 4. kaflanum, þá lýsir henni eins og hún var bara eins og lokaður garður og læst lind. Við tölum þetta, 4. kafli 12. vers. Hún var alveg bara off limits og síðan þegar brúðkaup þá segir hún, nei, ég opin núna, komdu og njóttu þess og þess vegna núna þessi tákmynd garðin notuð og þá hún eins og opin garður fyrir hann að koma inn, á að segja það. En sjáu lýsingar hér, fólk hefur svona talað, þetta eru svona ógeðslega lýsingar, hann lýsir henni með nef eins og Líbanonsturn og maga sem eins og kringlótt skál og hveitipoki. Ég bara lesi þetta eins og þetta og þá einmitt svo mikilvægt að hann ekki alltaf endilega að segja hún sé með eitthvað risa nef, heldur þetta kannski eitthvað sem við höfum erfitt með að sjá núna, það sé bara með tignarlegt nef og hún sé bara fallega vaxin. Kannski þótti það hefur þótt víða og lengi vera fallegt að vera með smá á sér. Þegar þú ert eins og beinagrind þá bara hugsaði kannski, nei, þetta ekkert, hafi ekki séð gamlar auglýsingar sem sko mynda svona hórari konu og síðan einnig sem svona aðeins meir sig, það sagt svo, kaupi vöruna mína svo ég lítið ekki eins og beinagrind þegar ég fara út á ströndina heldur eins og þetta hér, að ég hef þetta setið upp. Það allavega öðruvísi hugmyndin útlit, en ég held ekki að hann sé að lýsina okkar neikvæðan eða ljótan hátt. Hann bara að tala að einmitt þetta sko, hann að tala allt jákvætt. Það kannski erfitt fyrir okkur alltaf að sjá það. En við getum alveg séð hann inn á milli. En hér, nú misti ég með aðeins, döðluklasar, já. Geta verið risastórir og hann bara að tala og það fegurð hennar en ekki endilega frjósemi eða eitthvað svoleiðis. Það eitt sem ég ætla að benda á, bókin talar oft gleði, hjónabands og svoleiðis en það aldrei talað bara já, þetta frábært af því að þú geta átt mörg börn og uppfyllt jörðina. Heldur bara fagnar hún þess sem að hjónabandi bara frábært yfir höfuð, hvort sem það sé tengt einhverjum barneignum eða ekki. Það hefur oft verið tengt saman, það bara ill nauðsyn til þess að eiga börn. En hér þá það bara lofa fyrir það sem það en það aldrei talað eitthvað kynlíf sem sko means to an end fyrir frjósemi eða eitthvað svoleiðis, heldur bara glaðst yfir því. En allavega innan þess samband sem þau hafa hér í hjónabandi. Skulum lesa áfram í 7. kafla 11. vers fram að 8. kafla 4. vers. Hún segir hér, elsku hugi minn minn og mig eina þráir hann. Komdu vinu minn, komum út á víðan vang, eyðum nóttin undir hennakjarinu, förum snemma upp í víregrunnar, sjáum hvort vinnviðurinn blómstrar, hvort blóm hans hafi opnast, hvort granataviðurinn stendur í blóma. Þar gef ég þér ást mína. Ástarepplin anga dýrindist ávistir við dyr okkar, nýtíndir og geymdir ástu mín, þá hef ég varðveitt handa þér. Ó, að þú væri bróðir minn sem móðir mín hafði haft á brjósti. Hitti ég þig á strætinu myndi ég kissa þig og enginn fyrirliti mig. Ég tæki þig við hönd mér og leiddi þig heim til móður minnar í húsina sem ól mig. Þar gæfi ég þér kryddvín mín, safa granataeplana. Vinstri hönd þín sé undir höfði mér, hinn hægri faðmi mig. Ég særi ykkur Jerúsalemdætur, trublið ekki, vekið ekki ástina, fyrr en að hún sjálf vill. Elsku hugi minn minn og mig eina þráir hann. Önnur ástæða fyrir ég held að þetta sé ennþá þegar hann bara ein giftur maður. Og hér heldur bara áfram það sem við vorum að tala áðan. Þau eru bara, gift og ennþá eru þau ástfangin. Þráttur að þessi búin að fara í hlekkin eins og fólk orðar oft og lætur oft líta út. Þrá mín, þín til mín, segir í 7. kafla eftir versi. Sjáu þið það? Það svolítið merkilegt að þegar þið lesið 1. Mósebók, 3. kafla, nú haldið þið samt við ljóðaljóðanum. Í 1. Mósebók, 3. kafla, þá segir í 16. versi, hérna sama orð notað. Í 3. kafla, það sem sagan syndafallið, þá segir hann við konuna, mikla muni gera þjáningu þína, þú verður barnshafandi, með þraut skaltu börn fæða, samt skaltu hafa löngun til manns þíns, en hann skal drottni við þér. Það sagt svona eins og þú munt hafa þrá, löngun til hans
en hann mun drottna yfir þig, segir. Hér í ljóðaljóðunum þá sama orð notað nema myndin svona hálfgert snúið við. Það segir ekki þrá konunnar til mannsins og hann mun ráða, heldur segir elsku hugi minn og það mig eina sem að hann þráir. Nú svo snúið við og þrá hans, eða hann þráir hana. Skulum eiginlega segja að það oft sagt svona að ljóðaljóðin sé eins og fyrstu þriðji kaflinn í Mósebók svona snúið við og það aftur bara farið í Eden, það sem ekkert einn sem ofar öðrum og ræður og þráin fyrir ekkert bara aðra veg, heldur eru þau alveg bara bæði frammi fyrir hvort öðru. Fyrsta vers í 8. kafla svolítið, ég ætla bara aðeins að segja eitt orð þetta svo furðulegt stundum. Ó, að þú væri bróðir minn sem móðir mín hefði haft á brjóstið, ef ég hitti á strætinu myndi ég kissa þig og enginn fyrirliti mig. Ég held að hafi ekki verið við hæfi að vera með mikil svona ástlot út á götum fyrir, en ef þú áttir bróðir að ættingja þá þótti það ekki of mikið að þú faðum einhvern að kissa hann á kinnina. Þess að hún segir, ó, ég vildi væri bara eins og bróðir minn og ég geti alltaf, ég þurfti ekki að svona halda mér frá þig þegar ég væri á opinberlega. En nú erum við komin að nálgast lok bókarinnar og það verður, skulum lesa 5. til 7. vers sem við lásum, hann Brynjar las fyrir okkur. Þetta eiginlega, ég sagði 4:16 til 5:1 væri svona hápunktur bókarinnar í byggingu, en þegar kemur að svona, skilaboðum bókarinnar þá þetta svona eiginlega annar hápunktur sem að fólk hefur oft bent á. 8. kafli 5 til 7. Hver sú sem kemur þarna að berangi og leiðir elsku huga sinn? Hún svarar, undir eplatrénu vakti ég þig, þar var móðir þín þunguð af þér og þar fæddi þig sú sem þunguð var. Settu mig sem innsigli á hjarta þitt, eins og innsigli á arm þinn, því að ástin sterk eins og dauðinn og ástríðan vægðalaus eins og hel. Hún brennandi bál, skírlogandi eldur. Þegar við nálgust lok bókarinnar, heillar bókar sem að fjallar ást, hjónabað og unað, það sem að fegurð og bara dásend og svona, bara blessun Guðs yfir kynferði og hjónabandi, þá þegar ástarljóðið að enda komi og ég spyr höfum við hérna veraldlegt ljóð sem segir okkur ekkert ef ég spyr mig, þetta bara veraldlegt ljóð sem að fjallar kall og konu sem ástfangin og að njóta þess, eða segir það eitthvað minnst á Guð í ljóðaljóðunum? Fólk hefur sagt að það eru 2 bækur í Gamla testamentinu sem minnast aldrei á Guð. Ester notar aldrei nafn Guðs og þeir segja að ljóðaljóðin líka. Þess vegna voru þær bækur svona síðast teknar inn í kanonu Gamla testamentisins þegar þeir menn voru ekki alveg vissir. Þetta eitthvað Guð? Þetta bara einhverja veraldlega bækur? Eiga þær heima með? Ég segi að þetta sé þrungi Guðfræði og andlegum sannleika alveg í gegnum bókina og hér sjáum við það. Ég veit ekki hversu margir eru með nýju þýðinguna, en það svolítið merkilegt sem að kemur þar, ég skal benda á það eftir. Hún segir, settu mig sem innsiglisring við hjartað eða á hendina. Innsigli eitthvað verðmætt sem varanlegt og örugt, og hann segir annarkvort hér eða yfir hjartað eða yfir höndina. Og hún segir að því að elskan sterk eins og dauði. Af hverju elskan sterk eins og dauði? Dauðin eitthvað sem varanlegt. Þú dáinn, þá ertu dáinn og nema að verði kraftaður Guði, þá ertu ekki að fara að vakna upp neitt. Þess vegna segir hún, elskan sterk eins og dauði. Hún varanleg og gefur ekkert upp dauðin gefur ekkert upp sína dauðu, eins gefur ástin ekkert upp þá sem hún elskar. Síðan segir, þetta merkilega vers, blossar hennar eldsins eru eldslogar. Við skulum lesa þetta í 9. Hún brennandi bál, skíðlogandi eldur. Getur þú lesið þetta í 81 þýðingunni fyrir mig, Jóel? Þetta síðasti hlutin á 7. versi. Þá munu menn ekki gjöra annað en fyrirlíta hann. Má ég sjá, 7. vers. Já. Afsakið, ég labbi hérna niður.
Blossar hennar eru eldsblossar, logi hennar blossandi. Það talað ástin er eins og blossi sem er bara blossandi og rosalega mikill blossi. Ef þú lest nýju þýðinguna þá segir ástin er eins og brennandi bál eða skíðlogandi eldur, og síðan er neðanmáls annar lesáttur logi drottins. Já, hérna er þetta. Ég bara sýni ykkur hérna önnur vers, þetta var alltaf þýtt bara út frá eldgamlu þýðingu að þessi eldur væri bara rosalega mikill eldur, en síðan fóru menn að sjá, nei, það er eitthvað hérna sem minnist á Guð. Eldurinn er sko eldur og bara eldur Jehóva sjálfs. Its flesh is as flesh of fire, the very flame of the Lord. Og meira sé allar skandinaviska þýðingar hafa þetta líta. Þess glöd er svo som eldens glöd, en Herrens loka erden. Sjáu, það er alltaf minnst á Guð. Af því að, ég man ekki hvort ég setti það hérna, já, orðið sem er notað hérna, það sem það segir, hún er brennandi bál, skíðlogandi eldur, það er þetta salhebetja. Salhebet er logi og ja er bara stytting á Jave. Þannig að þetta er eiginlega bara logi drottins, sjálfur logi drottins. Þið kannistu orðið Elía, sem er bara Guð er drottin eða drottin er Guð, ja, bara stytting. Þannig að hann segir hér, takið eftir því, að þegar hann er að tala ástina, hann segir ástin er eins og sterk eins og dauðinn og vægðarlaus eins og hel. Hún er brennandi eldur eins og eldur drottins sjálfs. Við sjáum í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu líka að eldur er einmitt birtingarmynd nálægðar Guðs. Bæði í helgidóminum og þegar Móses hittir brennandi loga þá hittir hann Guð sjálfan. Hvað eru ljóðaljóðin eiginlega að gefa í skyn með því að segja að ástin er eins og brennandi bál, sjálfur bara salt bál drottins eða eldur drottins? Logi drottins segir hér. Blossar ástarinnar eða kærleikans eru eldblossar sem eiga uppruna sinn hjá Guði sjálfum. Frá hásæti drottins sjálfs koma eldslogar kærleikans. Þetta færir okkur bara alveg inn í návinsins allra helgasta helgidómi Guðs. Ljóðaljóðin í hnotkun eru hér í þessari setningu. Drottin er upphaf allra elsku og alls kærleika, því að Guð sjálfur er kærleikur, segir í 1. Jóhannesarbréfi. Hann er upphaf alls kærleika, ekki bara milli Guðs og manna, heldur einnig milli manns og konu. Ástinni er lýst í ljóðaljóðunum, ekki bara sem lostafull og veraldlegu, heldur kemur hún beint frá drottni sjálfum. Hún er ekki afleiðing bara þróuna sem tæki til fjölgunar við að varðveita mannkynið, hún stendur sér á báti, eldsnotinn kveiktur af Guði sjálfum. Í 1. Mósebók þá segir að Guð skapaði mannin í Guðs mynd, karl og konu og þau voru eitt. Samband þeirra tveggja endurspeglaði guðlegan kærleika og hver Guð er, en þau voru sköpuð í hans mynd. Þeim mun nær, ef að kærleikin kemur frá Guði sjálfum, eins og það segir, meira segja þessi kærleikur sem við að tala innan hjónabands og ástin, ef að hann kemur frá Guði sjálfum, þeim mun nær sem að við komum Guði, sjáum þeim mun nær verðum við hvort öðru sem par eða hjón. Ég var með mynd en tölva mín alveg dó í morgun, þannig að ég taka gamalt PowerPoint fyrir þetta. Þeim mun nær sem við komum Guði, þá sjáum við hvað Jesú Kristur gerði fyrir okkur, hversu syndu við erum og hversu mikið við þurfum að ná Guðs að halda, og hættum við að verja okkur fram í rauðan dauðan og kenna hinum allt, hættum rosalegri sjálfsréttlætingu sem við höfum oft og byrjum að stunda meira sjálfsfórnandi kærleika sem að Kristur gerði. Og þegar við gerum það saman, og þetta er eins og þríhyrningu með mannin og konun og Guð, þeim mun nær sem við komum Guð, þeim mun nær verðum við hvor öðru, eins og ég sé það hér, þar sem að logar ástarinnar eru sjálfir logar drottins. Við skulum klára bókina og lesa síðustu versin. Litla systir, þetta er 8. versi ljóðaljóðana 8. kafla. Litla systir eigum mér, henn er ekki vaxin brjóst. Hvað eigum að gera við systur okkar á festardegi hennar? Sé hún múrveggur, þá reisum hann silfurvirki, en sé hún hurð, þá þegjum hann að setrusviði. Hún talar, ég er múrveggur og brjóst mín eins og turnar, í augum hans varð ég sú sem veitir frið. Hann talar,
Salomon átti vínegru í Baal-Hamon. Hann setti verði vínegruna. Fyrir ávisti hennar skyldi hver maður greiða 1000 sikla silfurs. Ég á eigin vínegru, eigðu 1000 Salomon og 200 þeirra sem ávastarins gæta. 1000 dvelst í görðunum, vinirnir hlusta eftir rödd þinni, en láttu mig heyra hana. Hún endar með síðustu orð bókarinnar. Skundaðu elskuhugi minn upp til ilmfjallana, líkur dádýri, líkur hindur kálfi. Litla systir eigum við, segir þeir. Hvað eigum við að gera með hana á festadegi hennar? Ef hún eins og múrveggur sem að kemst ekkert í gegn, þá það frábært. Ef hún eins og dyr sem aðeins að hleypa inn, þá bara lokum við á það. Þetta svona eiginlega bara spurningin til þess að segja það skýrlega. Litla systir eigum við. Hvað eigum við að gera? Hvernig eigum við að hjálpa henni með sínar svona kynferðislega langanir, má segja það. Þegar það hafa það allir sem kynverur. Ef hún svo turn sem ekki kemst í gegn, hrein, ef maður segja þannig, þá höldum við henni þannig, en ef hún eins og hurð og kemst inn, þá reynum við að hjálpa henni við að loka því. Sjúlamítan sjálf segir, og hún segir að lýst í gennum bókinni, ég eins og turn, alveg kemst enginn inn fyrir hún giftist í 4. kafla, og ég var eins og sú sem að fann hamingju. Það nefnilega vill bara þannig til, sama hvernig fólk teiknar það upp, að það ákveðin hamingja sem fylgst í því að fylgja fyrirskipunum og lögmáli Guðs. Og hérna segir hún það, þegar ég var með honum, þá var bara ég eins og sú sem að fann gleði loksins og fann, hvernig þetta orðað? Já, sem að fann hamingju. Síðan sjáum við í síðustu versunum að þetta alveg bara fyrirleið hring. Þetta byrjar að endurspegla það sem var í bara 1. kaflanum. Byrjar að lýsa því aftur. Hún eltist við ást hans aftur, það sem eftir minnir á upp á bókarinnar, og þau eru ennþá svona greinilega með einhverja eldsloga í sambandinu. Fólk segir ekki, ég heldur sé að segja hér, ekki taka makaðinn bara sem sjálfsagðan hlut, reyndi að halda áfram rómantíkinni lifandi. Þegar greinilegt hjá þeim, þá var það ekki búið strax eftir hjónabandi, heldur var það ennþá hjá þeim í gangi eftir að þau voru búin að vera saman. Við höfum séð hér og reynt að sýna fram á í ljóðaljóðunum svona jákvæðri mynd á, áformum Guðs hjónaband og kynlíf eins og hann leggur það upp sjálfur Salomon í ljóðaljóðunum á þennan hátt. Að það sé sjálfur kærleiki Guðs sem eða svona eldslogar Guðs sjálf sem eru í sérhvernum manna að vinna, og hann með langanir og þrár fyrir svona nánd við einhvern sem bara Guðs gefið, en hann líka gefur fullkomlega fallegan stað fyrir það, og þess vegna lýsir hann innan þeirra samband sem þau hafa hér í ljóðaljóðinu. Hér með lýkur því yfirferð okkar ljóðaljóðin. Takk fyrir. Við skulum ljúka guðsþjónustunni með því að syngja sálminn númer 351. Númer 351. Ef við ekki rísið aðeins og sætum og meðan við syngjum þennan sálm. Herra minn Guð til þín. Nú fyrirgefið þið, 334. Takk fyrir. Annars þetta skemmtileg sálmar, alltaf að syngja það aftur. 334, betur til Jesú. Þú
Kæri Faðir á himnum, við biðjum þig að við megum koma Herra til Jesú og við með anda okkar megi verða að þú lyftir honum upp til þín, að þú dragir okkur til þín, að eldslogar þínir megi brenna í okkur, Faðir, og við megum endurspegla kærleika þinn til náungans, hvern sem við hittum, sérstaklega þeirra sem eru nánir okkar í hjónabandi eða í fjölskyldu, að við megum hafa kærleika Guðs í hjarta okkar í öllum okkar samskiptum. Faðir, við biðjum þig að blessa okkur þegar við förum héðan, við anda þínum í Jesú nafni, amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Það er einhverjar tilkynningar. Helga.